Góðan daginn og velkomin í þátt númer 94 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er 27. júlí 2020, mánuður síðan ég var hérna síðast. Ég, eins og sem margir aðrir, er eitthvað búin að vera að ströggla við handavinnuna eða þannig, líka búin að vera brjálað að gera og svo eru þessir gæjar að stríða mig líka. Þannig að ég svona, það hefur verið aðeins hægt á mér, skulum við segja. En samt, mér fannst ég ekki verið með neitt, en svo ég fer að vesena stýr, þá náttúrulega er alveg slatti, sko. Það er alltaf eitthvað sem að tutlast frá manni og eins og ég segi alltaf, hver lykkja telur. Nú, já, ég bara býð alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Þið finnum mig bæði á Instagram og Ravelli sem Helga A71 og svo er ég líka með Instagram síðu fyrir sokkasnákana mína. Vélin góða er þarna sem að ég bara man ekki heitið á og get ekki kíkt á það því það er í símanum sem ég er að taka upp á. En svo er ég líka með like síðu á Facebook sokkasnákar Helgu og verkefnatöskar Helgu líka. En þar er nú svo sem alltaf að detta niður smátt og smátt inn á síðar nefndri síðunni af því að það bara fækkar alltaf töskunum og samt er alveg eitthvað en það hann inni. Það búið að vera rólegt núna yfir hásumari en aftur á móti meira fjör á rauðu þrömmunni og já, þannig það er bara búið að vera gaman, nóg að gera. Frí og brjálu vinna og já, við skulum bara vinda okkur í þetta. Ég er með 2 klár og venjulega væri undir venjulegum kringstæðum væri ég nú búin að þvo sokkana á alles en ég er ekki búin á því. En þá hérna í sokka strekkjarana. Ég var ég var búin að gera 2 pör alveg á sokkaprjónavélinni fyrir sjálfum mig. Það er þjónusta sem ég býð ekki upp á. Ég býð bara upp á að gera snákinn sjálfan. Og ég var loksins að klára fyrsta parið sem að ég set stroffhæl og tá á sjálf. Já, bara svolítið erfitt með litlu prjónana í augnablikinu og en það hlýtur að lagast. En ég er alltaf búin með fyrsta jólaparið mitt og þetta er að með minnir reykjagarn, jólagarn, frekar Vestjörg sem spinnas. Nei, þetta er sannlega reykja eða ópal eða eitthvað svoleiðis. Og ég gerði bara svona hefðbundna tá, bara með úrtöku sikur megin. Hælinn gerði ég aftur eftir uppskrift hjá henni KF Jones í Bakery Bears og það heitir svo mikið sem ég var að segja henni borguða í gær, ég var að horfa á þáttina á henni og það svona hvatti mig til þess að gera mig í brók og hendi þátt. Af því ég er ekkert einum að vera að ströggla sko við prjóna letina, eða ég veit ekki hvað ég á að kalla það. Sjá, stundum er þetta bara erfitt. Þetta nú er tæknin að stríða mér. Já, það heitir sem sagt Umbrella Socks og þetta er svona hálfgerð stjörnuhæll. Ég var reyndar búin að prófa þetta á öðru pari, á manninn minn. Hvar eru þeir sokkar? Er þetta kannski ekki fyrsta parið mitt? Ég bara man ekki neitt. En hann er allavega mjög hárist og venjulega hefur svona
styttur umferðarhæll vera svona pínu stífur yfir ristina hjá honum. Þannig ég prófaði að gera þennan og hann svínvirkar. Annað sem ég hef gert líka í hans tilfelli, að það þegar ég gerir svona eftir að ég sett hann hæl, þá gerir ég hann bara nákvæmlega eins og tanna. Þannig að það eru 4 umferðir af nýja litnum, og í þessu tilfelli þessi hvíta, áður en ég byrja úrtökuna og þegar ég búið með úrtöku sikur megin, þá prjóna ég alveg 3 ár og svo úrtöku og aftur 3 ár og byrja þá að fækka niður 2 umferðir á milli, svona 2 og 3 og svo 1 3 sinnum og svo bara í hverri umferð þá til ég komi niður í 10-12 lykkjur á hvorum prjón. Ég nota sem sagt 2 prjóna eða já, Magic Loop. En þetta hérna aðeins öðruvísi og þetta bara svínvirkaði á hann. Og þetta bara eins og með allt annað, að maður þarf að finna hvað hendar manni. Það bara svoleiðis. Og líka hvað manni finnst gaman að gera. Nú síðan ég búið með annað teppi. Northeasterly formlega búið. Ég get þó alltaf bætt við svona rönd. Ég ætla að klippa aðeins betur endana sums staðar, en það þvegið og algjörlega búið að fela alla enda, en á eftir að stytta og bara. Og þetta bara svona sófa, þetta nær niður á gólf hérna. Og þetta bara snilld í afganga hespurna litlu. Fallegu afgangana eins og ein kallar það beautiful bits, ekki scraps heldur. Fallegu afgangana. Af því þeir verða ekkert ljótir við það eitt að verða bara að 5 grömmum. Þannig að það einu teppinu færra hjá mér af svona þessari stærð. Þannig að þá eru klárin komin. Mér er alveg svakalega heitt, ég var að koma á æfingu og ég er bara alveg að kafna sko. En síðan eru það verkin í vinnslu og það tvíburaprjónið. Ég búin semst með eina peysu. Ég man ekki hvort ég var búin að sýna ykkur hana síðast, en það vantar bara tölurnar á hana og þvo hana. Og þetta úr peysu, eða svona heimferðarsetti frá Mimi Knitting og fyrirgefið óskipulagi, sko, hér maður bara vel ryðgaður. Gleymir ei, ungbarnasett, og þetta sérst peysa og buxur. Og buxurnar verður bara úr gráu, mér nú ekstra fæn. Ég búið með ermarnar á peysu nr. 2 og þetta eru stelpur. Ég hef sérst vonað 3 litlum stelpum í haust með stuttu millibili, ef allt gengur vel hjá öllum. Og svo ég búin með smá af bollunum á seinni peysunni. Og ég að fara að byrja að vinna í 1-2 vikur niður í Galleri Snotru eftir Vestló og þetta verður prjónið mitt þar. Það voða gott að vera með eitthvað sem maður getur stokkið frá og þetta alveg þannig prjón. Nú, en svo ég að prjóna eitt sýnishorn fyrir stífivest sem ég get ekki sýnt ykkur og það sérst þá annað sýnishornið ég prjónaði það fyrst fyrir í sumar og svo ég að gera annað sýnishorn fyrir það núna og ég eins og þeir sem hafa verið lengst vita, ég ekkert voða
spennt fyrir að gera sama hlutin tvisvar, en þetta er það skemmtilegt prjón og þægilegt þegar maður er búin að læra það að ég hika ekki þegar það poppaði upp, og þó þetta sé sjal og svona ekkert bara eitthvað plain prjón, að þá er þetta samt það þægilegt að ég gat verið að prjóna þetta í bílnum. Við vorum á leiðin upp í Veiðivötn og aftur tilbaka og kvöldin þó ég var orðin drullu þreytt og svoleiðis. En ég var óvenju mikið að, ég prjónaði óvenju lítið í þessum veiðitúr. Það var bara, ég var bara í þannig stöðu að ég gat bara verið svolítið mikið í stönginni. En svo þetta á stökustelpuna, einburan. Það er byrjað að sjást svona hvað þetta á að vera. Býflóðnar eru farnar að sjást hérna. Ég er í endurtekningu nr. 2 og á svo eftir að gera 3. Og svo þarf ég náttúrulega að fara bara að vippa mér í að klára þetta og gera ég átti að hekla nefnilega 2 önnur fyrir tvíburana. Og þetta er Baby Value frá Big Value DK frá King Cole. Pantaði þetta á woolwarehouse.co.uk. Og þetta er bara svona þægilegt þegar mömmurnar þurfa að geta hent í vél án þess að þurfa að vera eitthvað að stúdera það mikið. Og þetta er uppskrift sem ég keypti á Etsy eftir að hafa séð einhvern veginn að handla heklurum sína mynd af kanínuteppi sem ég langaði mest í, en mömmurnar vildu hvoruga það, skilur ekki. Og þetta er sjá þetta. Og þær völdu Anna valdi býflúðurnar og María valdi stjörnuteppi og hjartateppi og ég pantaði mér kranjuteppi bara. Þannig að Beatrice Baby Blanket Pattern heitir þetta. Og þetta er bara ótrúlega þægileg uppskrift. Og ég er alls ekkert eitthvað vön eða flink að hekla, en þetta er bara idiot proof, allavega fyrir mig. Rosalega þægilegt, maður þarf bara að muna, þú getur lesið hvað átt að gera, en svo eru líka bara tölustafir. 5,1,1, og það sem komman þar er alltaf bara loftlykkja. Og 1 er 1 stuðl, 5 eru 5 stuðlar, svo loftlykkja, svo 1 stuðl, loftlykkja. Það er rosalega þægilegt. Nú svo datt ég loksins í Painting Bricks sjalið Stephen West. Og það er alveg ótrúlega þægilegt og skemmtilegt prjón. Og því miðar nú bara þokkalega. Og þetta er allt gert úr svona singles eða einspinnu. Og ég er að nota gard sem að ég fékk í afmælisgjöf í fyrra frá nokkrum prjónavinkonum og vinkonum. Ég var hér síðast þegar ég sýndi ykkur þetta, bara rétt nýbyrjuð. Og er nú bara komin langleiðina með bólinn á sjalinu. Svo það styttist í kantinn. Og þetta er restina af fyrstu hespina af millilitnum, þessi sem kemur alltaf á milli. Fílakarmelupokki tómur glatað. Þetta er hættulega gott, bara svona við vissu ekki. Síðan er ég með þessa 4 inn á milli. Ég er alltaf með þessa 1 og 2 og þennan 1 og 2 og þennan 1 og 2 og þennan rauða og 1 og 2 og þennan rauða. Og svo byrja ég aftur að taka þennan. Það kemur nú einfaldlega til af því að ég bara hreinlega gleymdi þessu.
Þannig ég vildi nota hann nei, ég glemdi þessum hérna. Ég vildi nota hann í þetta, að þetta áður svona vinkonutengt. Þannig ég var búin að gera 2 svona rauða og með þessa ljósu hérna á milli. Ég ætlaði náttúrulega að hafa þetta rautt ljóst, grátt ljóst, rautt ljóst, en að því ég glemdi honum, að þá þess 2 hérna og svo ljóst ljóst. Og þetta ljóst ljóst. Og svo ég að fara sérst í hann svo aftur. Þannig ég bara að svona reyna að nýta þetta. Og hérna, já, þetta bara afskaplega þægilegt og skemmtilegt prjón. Einfalt en rosalega áhrifaríkt eitthvað. Þannig að ég mæli alveg hiklaust með þessu sjali. Og ég alveg bara, mér langar að gera allt í þessu painting bricks. Þessu lúki. Mér langar í peysuna, mér langar í húuna, mér langar í ílanga sjalið. Þú veist, ég var bara að fá ráða okkur í vinnu til þess að gera þetta fyrir mig. Og síðan það starflanketið, það hefur líka stækkað ponsum. Hvað var orðið þungt. Og ég kom með á 1 prjón, þetta gekk ekki. Mér langaði líka aðeins að sjá það og vera, mér finnst svona betra í klukkuprjónuna að vera með bara 1 prjón. En það bara, ég er búin að vera að ganga frá ég hef nú ekki þurft að ganga frá endin, ég hef prjónaði jafn á mý. En þetta sérst COVID teppið mitt og fyrst að COVID ennþá, þá sleppi ég alveg, sko, og COVID náttúrulega ekki að hætta, þannig ég get verið alla æfina með teppi, en ég ætla ekki að gera það. Leið og hendurnar á mig verða komnar í standa, þá verður litla prjónaveislan, sko. Ég þarf sérst að fara í 2 ef ekki 3 aðgerðir á höndunum. Og elsta stelpan okkar sagði bara, mikið pabbi. Að hafa mig handlama því ég er svo ofvirk að það verður eitthvað, sko. En ég finn mér eitthvað annað til dundurs. Og hérna, já, ég þarf sérst að láta laga þess að mér puttana og mögulega öxlina. En ég vildi ekki negla það að því ég vil sjá hvað hvíldin gerir fyrir öxlina. Og hérna, þannig að ég er vonandi að fara bara vinda mér í þetta svona seinnipartinn í ágúst. Nú, þá er ég búin að sýna ykkur það sem er eitthvað búið að taka í. Það er náttúrulega alveg fullt af öðru sem að ég hef ekkert snert á en er byrjuð á. Og svo er ég búin að tína hérna sé ég 4 töskur. Bara kikki í það. Ég með eina svona hérna ílanga. Og ég var löngu búin að fá mér þetta gat, en var aldrei búin að finna neina uppskrift. En ég fann hérna inn á gardstudio.com sem ég reyndar ekkert rosa hrifin af að nota vegna þess að þeir eru mjög duglegir að herma augljóslega eftir vinsælum uppskriftum. En af því þetta er gat sem að ég hef ekki notað áður og þetta er sem sagt hérna 53% bómull, 33% viskós og 14% linin eða hör. Að þá langaði maður að gera eitthvað sem að væri búið að gera úr eitthvað flík sem þetta væri notað í uppskriftina. Það var náttúrulega einfaldast að finna það þar og það er eitthvað, það er uppskriftur sem ég hef ekkert séð annar staðar, þetta. Þannig að ég ætla að fitja upp á því eitthvað tíma. Mér langar svo að fitja upp á öllu, en mér langar líka rosalega að klára þetta ungbarna dæmi, af því mér finnst það ekki brjálæðislega skemmtilegt. Og ég er svo hrædd um að ég fer að fitja upp á eitthvað sem ég langar til þess að gera, þá bara hunsa ég alveg. Nú, síðan er hérna Anchor Summer shirt eftir Petit Knit.
Mér langar að gera hana úr papírus, þetta er gat sem tilnefnist notru, og kitsilk sem ég fekk líka þar. Og þá langar mig að nota, og þetta er aðalgarnið, og ég vil nota efst í þetta Svo myndi ég vilja nota máherri til þess að gera svona rendur með, og þetta inn á milli. Gera svona léttari, svona sumarlegri flík. Þannig það er ein hugmynd. Það eru vist 5 töskurnar, já. Það er alltaf leið. Svo fór ég í gatbúð Eddu, það er nú alltaf meiri stórhættulegt náttúrulega að fara þangað inn. Man stenst ekki neitt. Man langar í allt þar og það var svona rosalegur helgudagur í búðinni. Nú, ég var búin að sjá hjá einni í prjónaheiting í Breiðholtinu fyrir í sumar og hún var að pröfuprjóna peysu fyrir Eddu sem á gatbúð Eddu. Og peysan heitir Kusk og hún notar í hana þetta kom tilraunareldur sem ég fjögur með mér heim. Hún er að nota þessa hespu og móher í hana. Örugglega ykkur séð þetta. Og hún er ekki alveg 100% rétt í uppskriftin en hún er ekki búin að gefa hana formlega út. Þetta gerst ekkert helgulegra. Þannig að það er eitt kusk að verða til. Og móherri er Today I Feel Fierce frá Today I Feel og það er 72% Superkid móher og 28% Mulberry Silk. Og það eru 420 metrar á 50 grammunum. Og svo er þetta Koi frá Cottage Merino frá Walk. Þetta verður alveg gorgeous. Þannig að kusk og sýningur í leiðinni líka, ég fekk mér líka frá XX, svona Sigrúnu og Þuríði Formann og ég var nefnilega búin að sjá svona stuttermaból bara þú veist með ermum hingað og bara mjög plain, það sem að móherri er nota í svona, það er svona röndóttu stuttermabólur. Og mér langar að nota þetta í það. Ég var að reyna að finna það á Ravelry en ætli ég sé með það í, ég er nefnilega bara með 191 hlut í hverfunni hjá mér. Er ekki allir með bara 121 hlut í hverfunni hjá þeim sem það ætla svo að kaupa eftir tímann. En já, ég man ekkert hvað hún heitir en ég sá hann örugglega hjá Relatively Crafty Knitting Podcast á YouTube og það var komið nýr þáttur frá henni í morgun en í þættinum þar á undan þar var hún að sýna þetta sem kláraverk og ég var búin að sjá þetta einhverju öðru podcasti líka. Mér langar að gera þetta úr því. Og þetta er sérst í rauninni það sem datt í pokan hjá mér hjá Eddu. Það var þarna í kuskið og í þennan stuttermaból og þessi dásamlega fallegi gaur frá Today I Feel tilraunareldur sem 4 datt í pokan hjá mér líka. Og ég bara, þú veist, þessir íslensku handletrar eru bara eitthvað annað. Og þetta er svo frábær hugmynd að einhver sendi þér bara mynd og þú bara gerir það sem er á myndinni. Veitum við hvað þú að gera hér? Einhver villur áhandi hvað tilviljun að kynnt móher. Hvað er nú hvað er bókin hérna?
síðan er peysa að mig minnir, já, nei, hvað er Ego-strikk, hvað þetta er, leðist eitthvað nokkuð? Nei. Rosalega var þetta gáfulegt að lána bara bókina sem að ég ætlaði að fara að sýna ykkur. Herru, nei, þetta er alveg rétt, það á að vera svona, en ég ætla bara, þetta er enn ein mohair peysan. Þá ertu með einn þráð af lace og einn þráð af mohair. Já, þetta er svona, nú manni hvernig peysan lítur út. Hún er með svona, hún er prjónu hérna inn á miðjunni og hún er röndótt í raunni, sko. Þetta er þá aðal liturinn, lace-gatnið er alltaf og litla mjóa röndin á móti er þessi. Þess þá dettur ljósa mohair út og þessi kemur á móti í staðan. Þannig að það verður svona, já, ég lofa ég skal vera betri næst og vera það búin að finna bókina. Svo er það nú eitt að við erum að taka bílskúrinn í gegn. Það er sérst hérna, við vorum að rífa upp gólfið helgina, moka það upp og íbúðin er bara hálf full af bílskúr. Hræðilegt, ég er alveg að bilast, en þetta hefst. Verða kallinu hann að vinna, þannig að það hægist aðeins á þessu. Nú, svo er ég með hérna næsta heimferðarsett og það er Líf eftir Ömmu Loppu. Og einhverju hluta vegna hef ég bara prentað tvisvar út buxurnar en ekki peysuna. En hérna er allavega buxurnar. Ég var að reyna að taka til hérna áður en við fórum í veiðina og hendi í töskurnar svo að þetta er nú á vísum stað en mér hefur tekist að klúðra útprentuninni. Og í það ætlum við, af því að það er stelpa, að nota þennan bleika í peysuna og gráa hann í buxurnar. Og börnin hjá henni með minnir að Hrafntinna hafi fengið svona off-white peysu með grárri svona norskri stjörnu og gráa buxur. Hilmir var í karrígulu heimferðarsetti og gráu og þessi lilla verður í bleiku og gráu. Þannig að þá eiga öll sinn lit í heimferðarsettinu. Og hún sem betur fyrir valdi eitthvað sem ég hef ekki prjónað áður og það er Líf eftir Ömmu Loppu. Nú, svo langar maður að prófa að gera peysu úr þessu hérna, Alice. Og ég vil vera með eitthvað eftir munsturpakk. Gera svona bara eiginlega íslenska lópapeysu þannig. En eitthvað sem ég er ekki með ofnæmi fyrir og get verið í. Þetta er 63% alpakka og 37% polyamid. Þetta er Alice by Permin. Ég fekk mér eina svona til þess að gera prjónahæstu pröfu og svona tjekka hvernig þetta kemur þegar ég er búin að þóa og svona. Þannig að hvort þetta hérna virki í það sem mér langar til þess að gera. Langar að gera eitthvað eftir Jennifer Stengers. Bara truflu hjá henni munsturinn sko. Og mákona mín er einmitt að hún er bara að nota munstrið einmitt úr einni peysunni frá henni en í eitthvað svona íslenska lópapeysu uppskrift. Þannig að hún fann bara eitthvað svona sem að þurfti ekki að vera semst mikið með lykkjufjöldan. Nú,
Svo hérna Tannis Fiber Arts. Hún svolítið snjöll í uppskriftabransanum. Og það tvær hérna sem mig langar að gera eftir hana. Það Metropolis. Þessi hérna svona rosa gróf og juicy með svakalegum rúllukraga. Og þetta alveg hérna, það eru 12 lykkjur og 15 umferðir á 10x10 blokk í hérna sléttprjóni. Og þetta prjónan á 8 mm, 7 mm og 6 mm. 8 fyrir hendurnar og bólinn, 7 fyrir kragan og 6 fyrir hérna hendur og stróf og já, fyrir hérna. Þannig að þetta ætti að vera fljótgert og þarna væri líka snilld að nota tvöfaldan þráð til dæmis af DK grófleika eða fjóra hérna þræði af fingring grófleikanum. Og svo var annar sem ég var búin að sjá, önnur uppskrift sem ég sá hjá Grocery Girls sem heitir City Limits eftir Tannis Fiber Arts líka. Og það svona feitpeysa. Og þá ertu að nota alltaf að nota 2 þræði tvo þræði af fingring grófleikanum eða þá worsted weight. Semst þá hérna já, ég myndi nota og svo já, í þessu sýnishorni þá með 2 þræði af þessum sokkabánsgrófleika og 1 þráð af móher líka. Og móher alltaf sami liturinn en svo hinn að feita út í gegn litirnir. Þannig þetta líka eitthvað sem ég langar til þess að gera. En kannski ætti að fókusa aðeins á allt hitt. Og hérna og sjá svona hvernig gengur. En já, við erum búin að vera standa á haus. Við erum búin að setja bárujárnið á bílskúrsþakið og við þurftum að skipta allt á þakinu, hverja einustu spýtu og rífa alla einangrun úr og bara allt. Það var bara opið hús, opið loftið og hérna, já, það munaði svo sem engu fyrst þegar við vorum og þegar við var búið að sannfæra mig að gera þetta bara, fara alla leið með þetta. Við erum svo búin að setja nýtt timbur í allt, setja tjörupappan og bárujárnið og svo verið að fara að mæla upp fyrir okkur áfellurnar sem þurfa að koma utan á kantina á húsinu til þess að loka alveg. Og við erum bara byttir að það geti komið smiður og mælta upp fyrir okkur. Nú svo byrjuðum við á föstudaginn að rífa upp gólfið eða moka bókstaflega upp. Það var svo lélegt flotið að á köflum var bara nánast hægt að moka upp. Fengum reyndar brotvilt til þess að flýta fyrir okkur og náðum að klára í gær. Og þannig að mestu lætin í kringum það búin. Svo var bara eftir að koma tæp 2 tonn af nýju floti aftur á. Ég að fara að byrja að ferja það í dag. Taka 10 póka á dag eða eitthvað svoleiðis til að hún komi nóg. Ef við byrjum með 20 póka og sjá hvað það fer langt með okkur. Og svo ætlum við að mála skúrina innan og utan þegar þetta búið og mála gólfið og setja pillur og bla. Þetta verður orðinn ægilega fínn skúr þegar ég ætla rétt að vona það. Og en við erum að keppast við að vera búin með sem mest bæði áður en ég fer að vinna hálfan daginn og áður en ég fer í þessar handaðgerðir. Svo að hann sitt ekki uppi með allt en
að það verði þá bara eftir eitthvað sem að einn maður getur gert. Það sem við erum búin að vera að gera hefði verið erfitt að gera alveg einn. Þannig að þetta, já, svo fórum við náttúrulega í Veiðivötn, svo geggjað, það er eina fríi sem ég fer í sumar, eða fór í, og æðislegt veður allan tíman og veiðin, svo sem það hefur áhrif að veiðina þegar svona mikið sól og stillt, þá er fiskurinn bara sáttur við alla fluguna á vatninu og ekkert spenntur fyrir okkur, en okkur tókst nú samt að drösla slatta í land og það fór allt í reika því að Helgi veitir svo svakalega í veiðina á undan að það er alveg bara full kista af þorsk og silung hérna. Þorskurinn reyndar síðan í vor og svo sem við erum búin að vera duglega að borða, en það er einhvern veginn, ég held að þessi frystikista framleiði fisk. Þannig að það var æðislegt að komast í burtu. Svo þurfti ég að taka smá próf hérna seinnipartinn á laugardaginn, þannig að við hættum í skúrnum svona 3-leytið og þegar ég var að vera búið með prófið þá fengum við æðislegt tilboð að koma upp í Húsafelli yfir nótt og við drifum okkur þangað og fengum góða mat og spilum kínaskák, fórum í pottinn og sváum eins og grjót og ákvaðum það að við þyrftum að fá okkur nýtt rúm. Við sváum svo rosalega vel í þessu og þannig að það er eitthvað sem þarf að taka tíma í að skoða og máta og en ég vil samt helst vera búin að því núna áður ég fer í þetta handastús. Og þegar það gerist, þetta er að koma í ljós, en það tala svona 34 vikur sem ég má ekkert gera. Sest, já, ekki reyna neitt á þennan part. Þannig ég get verið að pikka en ég má ekki vera að gera neitt svona. Þannig að það verður bara að sjá hvernig það fer. Og svo þarf ég að fara í sömu aðgerð á vinstri hendinni og svo er það kannski öxlin. En vonandi ekki, vonandi fæ ég nú að hanga á henni eins og hún er í einhver ári viðbót áður en ég þarf að fara í svo drastískt. Já, og ég sé það að það eru margir búin að vera eitthvað svona prjónalægð í sumar. Linda vinkona hefur talað um það, Borga sem er með prjónahornið á YouTube, hún var að tala um það í 4. þættinum sínum í gær, hún svona datt alveg út og fannst hún ekkert vera að gera en var samt búin að gera meira heldur en henni fannst og það er það sama hérna hjá mér, að þegar maður fyrir týnda saman að þá tutlast alltaf eitthvað. Og ég er búin að sjá þetta í mörgum erlendum podcastum að það er eitthvað svona bara já, og ég held þetta sé líka svolítið þetta faralds ástand sem er enn hangandi yfir okkur, að þetta hefur breytt okkur rosalega, þetta hefur haft ótrúlega mikil áhrif á mann og ég veit svo sem líka að hendurnar eru að trufla prjónagleðina hjá mér og bara þessar framkvæmdir og allt þetta er náttúrulega bara svona annað í gangi núna, þannig mögulega er alveg 4 vikur aftur í næsta þátt af því að ég sérst er að fá vonandi þýðingagigg sem að verður svona 2 mánuða törn og það er alveg hálfur dagurinn sem fyrir það og svo hálfur dagurinn ég að vinna niður í Snotru og svo parthúsið í blessuðum skúrnum. Þannig að ég svona ekki nema það verður bara eitthvað óvænt, þá mæti ég fyrr, en ég bara, það eru bara mögulega alveg 4 vikur í næsta þátt, sko. Og það streymir alltaf að í græjuna og það er, minnst voða gott að taka pásu frá öllu, loka mig inn í herbergi og vinda upp garnið og gera snákana og hlusta á góða hljóðbók á meðan og ég bara svona næja vinda ofan á mér, þannig að það er bara æðislegt að hvað þau eru duglegar að nýta þessa þjónustu og rosalega gaman að sjá þá fæðast á Instagram og Facebook og svoleiðis þar sem að ég er tögguð og þá sé ég hvað verður úr þessu.
Þannig ég er bara rosa ánægð með þetta allt saman. Og kallinn minn byrjaði að vinna í dag. Mér finnst það bara voða skrítið því að við erum vön að ferðast svo brjálæðislega mikið á sumrin. Við erum búin að vera í eina útilegu. Þetta er bara alveg ótrúlegt, sko. En það kemur sumar eftir þennar og þetta og sumar er svo sem ekkert búið. En það er náttúrulega bara eðlilega er íbúðin og bílskúrin búin að taka yfir og gulrótin hjá mér var að komast í veiði. Þannig að nú er svo gulrót farin og núna er bara gulrótin í að vera búin að klára sem mest af þessum stóru hlutum áður en að ég verið handlama. En ég ætla nú bara að fara að leyfa ykkur að komast í það sem þið eru að gera og fara að skila blessaðri brotvélinni nágrönnum til mikillar gleði, held ég. Og nota svo smá tíma á morgninum í að brjóna Bingo Bonds og klára að drekka koffínskammtinn minn og bara halda svona inn í daginn. En þangað til næst, þá bara óska ég góðra og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.